bekk kærlega fyrir þetta skemmtilega atriði. Eins og segir í textanum, þú fékkst allar náttúrugjafirnar. Núna þarftu bara að spotta það. Þessi heimur verður leiðilegt place ef allir verða eins. Í Brekkó erum við alls konar og höfum gaman af því. Jæja, það eru samsöngur. Ástin á sér stað þeir Sverrir Bergmann og Friðrik Dór eru nú þekktir fyrir kurteisi og passar þessi gleðisöngur við okkur hér í Brekkó. Því að lengi lifi minningarnar sem búum til hér. Við bjóðum húsbónda forsöngara velkomna á svið. Forsöngarar eru einmitt í kór Brekkubæjarskóla. Þetta getur nú ekki klikkað. Nú stöndum við öll á fætur og syngjum þetta dásamlega lag, Ástin á sér stað, því við kunnum öll svo vel. Við fögnum því svo sannarlega að vera til. Næsta svið er 9. bekkur. Þau eru með fjölbreytt atriði. Lagið sem þau flytja er Eye of the Tiger. Textinn fjallar að rísa upp, vera survivor eða á góðri íslensku sækja sigurinn. Við erum spennt að sjá hvernig þau útfæra þetta. Við bjóðum þau velkomin og gangi ykkur vel.
Takk fyrir þetta, 9. bekkur. Þetta gekk mjög vel hjá ykkur. Flottur dans sem hún Salka bjó til. Ég þarf að fá mér svona boomwhackers. Dygð annarinnar er kurteisi. Hvað er kurteisi og hvernig getum við notað hana? Með því að sýna öðrum virðingu, þú sýnir kurteisi með að nota orð eins og takk og gjörðu svo vel. Það er kurteisi að koma fram við annað fólk eins og þú vilt að komi sér fram við þig. Við myndum duglega að segja takk fyrir, fyrirgefðu og gjörðu svo vel. Kurteisi er í raun bara að gera samskipti við annað fólk þægilegri og jákvæðari. Já, krakkar mínir, við erum að nota kurteisi alls staðar og eru spennandi dygðartíma framundan, fullir af kurteisi. En nú er komið að því að veita nemendum viðurkenningar fyrir iðkun góðra dygða. Bjóðum Rósu og Villu velkomnar á svið. Já, ég heiti Villa og þetta er Rósa, hún er búin að hafa mér svolítið hárloss upp á síðkastið, þannig að við verðum að nei, þetta er bara nási. Þannig að lesa Rósa aðeins af í dag. En nú ætlum við að lesa upp nöfn þeirra krakka sem fá viðurkenningar á þessari morgunstund og þið þekkið regluna. Ég les nafn á einhverjum og þá kemur barnið hérna upp, hann stígur þarna til þér og tekur á móti viðurkenningunni og svo standið þið hér á sviðinu þangað til allir eru komnir. Og við klöppum síðan bara vel fyrir öllum þegar búið að lesa upp öll nöfnin. Jæja, en þá er komið að því
að veita viðurkenningu nemenda úr 1. bekk. Það er hann Karl Ívar Bernadottsson sem fær viðurkenningu fyrir ljúfmennsku og þrautseigju. Karol, sagði ég. Já. Og líka úr 1. bekk. Dagbjört Fjóla Elíasdóttir fær viðurkenningu fyrir jákvæðni og ljúfmennsku. Í 2. bekk er það Lea Rún Birkisdóttir sem fær viðurkenningu fyrir vandvirkni og jákvæðni. Og líka í 2. bekk, Erik Freyr Erlendsson fær viðurkenningu fyrir vinnusemi og vináttu. Þá er það 3. bekkur. Haraldur Orri Ásmundsson fær viðurkenningu fyrir metnað og vinnusemi. Og Þröstur Lind Haugstein Matthíasson fær viðurkenningu fyrir vinnusemi og vinsemd. Úr 4. bekk er það Ásthildur Hallveig Ingimarsdóttir sem fær viðurkenningu fyrir jákvæðni og vináttu. Og Hekla Björk Arnarsdóttir sem fær viðurkenningu fyrir áhugasemi og metnað. Þá er það 5. bekkur. Arnar Emil Auðarsson fær viðurkenningu fyrir glaðværð og vináttu. Og Kristófer Akim Jóhannsson fær viðurkenningu fyrir metnað og seiglu. Í 7. bekk er það Patrik Fitjar sem fær viðurkenningu fyrir þrautseigju og vinnusemi. Og Guðmundur Páli Sigurgeirsson, hann fær viðurkenningu fyrir vinnusemi og metnað, hann er líka í 7. bekk. Úr 7. bekk er það Åsita Brímar Edsen sem fær viðurkenningu fyrir ljúfmennsku og vinnusemi. Og Patrekur Dan Svansson, líka í 7. bekk, fær viðurkenningu fyrir metnað og vináttu. Þá er það 8. bekkur. Filip Stanislas Virski fær viðurkenningu fyrir glaðværð og þrautseigju. Og Vilborg Anna Björgvinsdóttir á 8. bekk fær viðurkenningu fyrir góðvild og dugnað. Og 9. bekk er það Bryndís Lilja Gautadóttir sem fær viðurkenningu fyrir þrautseigju og vinnusemi. Og Aldís Ýr Kristófersdóttir, líka í 9. bekk, fær viðurkenningu fyrir glaðværð og dugnað. Og síðast, en alls ekki síst, er það 2 nemendur úr 10. bekk sem eiga eftir að koma hér upp. Ervis Hamsja fær viðurkenningu fyrir vinnusemi og metnað og Magnús Ingi Sigfússon fær viðurkenningu fyrir kurteisi og jákvæðni.
Erfis kemur ekki, hann fær bara sína viðurkenningu í skóla. Núna skulum við klappa vel fyrir öllum þessu flottu krökkum. Glæsilegt, en hamingju með þetta krakkar. Krakkarnir í 7. bekk er næstast við. Lífið í 7. bekk er búið að vera fjölbreytt í vetur. Allir komið glaðir og rjóðir úr Reykjaskóla. Gaman að kynnast jafnöldrum úr öðrum bæjarfélögum og kannski líka eignast Kæró, en við ræðum það ekki meir. Við vorum að ljúka við stóru upplesturkeppnina og ég get sagt að við erum orðin betri, bæði að koma fram og í upplestri. Jæja, það er að koma atriðin okkar. Við vildum lagið minna Búkollu og ætlum að gera það vel og gera það okkar. 7. bekkur sviður okkar. Nú var skessan alveg að ná þeim aftur, þá segir Búkolla: Taktu hár og hala mínum og legðu það á jörðina. Verða það á svo stóru báli að enginn kemst yfir það nema fuglinn fljúgandi. Hlær þá skessan. Og lætur bola ótugtina pissa öllu vatninu sem það drakk á bálið og slökkva í því. Þegar skessan var alveg að ná þeim einu sinni enn, segir Búkolla:
Pakka hár og hala mínum og lagði þá í jörðina, verða þá svo stórum fjalli að enginn kemst yfir það nema fuglinn fljúgandi. Stoppar á strákur og segir: Ég er nú búinn að fá mig fullsattan að þessum kjaftaði beljuskatti hana. Takka hár og hala mínum. Hvað? Ha? Þetta hefur ekkert virkað hjá þig hingað til. Nú tek ég til minna ráða. Skipti engu togum að strák sig, hreinsaði hárið með halnúkundu og stráði þeim í kringum sig. Spruttu það upp heilu fjallasalirnir. Síðan hefur ekkert spurst til þeirra. Takk fyrir þetta, krakkar. Við gerum þetta vel. Næst ætlum við að standa upp og syngja saman lagið Róa. Við erum búin að kynna okkur þá væbræður Matt og Hálfdán. Þeir róa í gegnum öndunar og það getur ekkert stoppað að. Við erum sammála að þeir eru mjög kurteisir og flottir listamenn sem láta ekkert stöðva sig. Húsbónda forsöngurar, gjörið þið svo vel. Krakkarnir í fjórða bekk eru búin að vera óstöðvandi í popplisti núna í mars og er popplista framundan. Atriði þeirra er einmitt lagið hann Orra óstöðvandi. Á meðan krakkarnir flytja fyrir okkur lagið sitt fáum við að sjá myndband sem þau hafa sett saman sem sýnir hvað þau eru óstöðvandi á fjölbreyttan hátt. Fjórði bekkur, gjörið svo vel. Óstöðvandi, ég var að
Þetta er örugglega skemmtilegur dagur hjá þeim. Afi mun skoða hefti alla þessa hæfileikaríku og kurteisi krakka sem eru hér í krökkum. Núna er komið að lokum hjá okkur þessari morgunstund og við viljum þakka ykkur öllum og skemmtilega sinn og vonandi að það skemmtilega vel. Skulum gefa tæknumverðum og síðsverkinu okkur gott lag.